Ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig á að leysa dæmi 19 og 20 í æfingu 1.4 og við sjáum að við erum allstað með blandna tölur og við ætlum að byrja að breyta þeim í almenn brot. Eins og við komum inn á áður, þá erum við að fara margfalda hingað og leggja síðan þetta við og setja þá niðurstöðu upp á strik. Þannig ég er hérna með 2 sinnum 1 pluss 1, ég mun fá 3 aðrir. Næsta almenna brot mun þá verða 3 sinnum 2 pluss 2, þetta verður 8 þriðju, pluss 4 sinnum 3 er 12 og 12 pluss 3 er þá 15 fjórðu. Og svona lítur þá dæmið út núna. En næsta skref er þá að finna samnefnara. Samnefnarinn fyrir tvist, þrist og fjarka er 12. Þannig að ég þarf að breyta þá tvistinum með því að margfalda með 6 og margfalda með sama uppi. Þristurinn er margfalda með 4 til að fá 12 og þá 8 er margfalda með því sama. Fjarkinn er margfalda með 3 og 15 þá með 3 líka. Þannig að ef ég fer í það, þá mun ég fá 18 12 pluss 32 12 pluss 45 12. Og hérna er þá komið 95 12. Þetta er nú aðeins stórt. Þá þarf ég að spyrja mig, hversu oft gengur 12 upp í 95? Og til dæmis, ef ég byrja bara að skrifa þetta, við vitum svona þetta að 5 sinnum 12 er 60, 6 sinnum 12, 72, 7 sinnum 12, 84 og 8 sinnum 12 er 96. Svona. En ég verð sem sagt að nota þetta. Af því að ef ég færi að skoða þetta, þá er ég komin á langt. Af því að 96 er hærra en 95, þá má ég ekki nota 8, það gengur ekki upp. Þannig að 95 12 eru sem sagt 7 heilir. Og þá er ég komin upp í 84. Hversu langt úr 84 er upp í 95? Þannig að mér vantar 11. Við setjum á hér. Svona. Og meira get ég ekki gert. Við ætlum að leysa dæmi 20 á sama hátt. Við ætlum að byrja á að breyta þessu í almenn brot og eftir það ætlum við að fara að finna samnefnara. Þannig að þetta fyrsta almenna brot okkar ætti þá að verða 9 fimmtu, af því að 5 sinnum 1 er 5 og það pluss 4 verður 9. Mínus 10 sinnum 2 pluss 9. 29. Deilt með 10. Pluss 15 sinnum 3 er 45 og pluss 7 verður þá 52. Svona. Hérna förum við að lenda í smá vesen. Þetta eru svolítið háa tölur, en þá bara notið vasareiknin ykkar ef á þarf að halda. Þannig að hver er samnefnarinn fyrir 5, 10 og 15? Minnsti samnefnarinn fyrir þessa tölur er talan 30. Og hvað þarf ég að gera þá við 5 til að fá 30? Ég þarf að margfalda hana með 6 og þá margfalda ég með 6 hér líka. Ég þarf að margfalda 10 með 3 og þá margfalda ég með 3 hérna líka. Ég þarf að margfalda 15 með 2, svona, og margfalda þá 52 með 2 líka. En ef ég fer þá að skrifa þetta upp
og ég veit að samnefnarinn verður 30, þá er 9 sinnum 6, þá ætlum bara að skrifa hérna línu fyrir ykkur, svona. Það við byrjum á 54, fyrirgefið þetta er ljót 5, ég ætla að laga þetta. Svona, og 29 sinnum 3, þetta var mínus þarna, 87, plús, svona, 52 sinnum 2, 104, og undir striki ættum við að fá 30. Og þá þurfum við einfaldlega að leggja saman hérna. Hérna fáum við 71/30. Og ég ætla nú að reyna að stytta það aðeins, breyta þess aðeins, þannig að ég ætla að athuga hversu oft gengur 30 upp í 71. Þannig að 30 gengur 2 upp í 60, ég ætla að fara þangað, meðan ég er með 2 heila og eftir stendur 11/30. Og þetta væri þá okkar loka svar.